Klukkan er 8, við höfum ekki bara að byrja. Góða kvöldið og takk fyrir komuna hérna í kvöld. Bæði þeir sem eru hérna í salnum og ekki síður þeir sem sitja heima. Nú eru uppi aðstæður þar sem við þurfum að leggja okkur fram við að nýta tæknina sem best og við erum að stíga þau skref núna. Við erum svona búin að vera að feta þau hjá sveitarfélaginu undanfarið að streyma til dæmis bæjarstjórnarfundum og kynningu á fjárhagsáætlun og ýmsum svona fundum og ég held að það sé nú ekki síður mikilvægt en áður og enn mikilvægara að nýta tæknina eins og við getum. Tilgangur fundarins hér í kvöld er fyrst og fremst að miðla upplýsingum til íbúa í sveitarfélaginu. Margir eru nú að velta fyrir sér margvíslegum málum, svo sem fundarhöldum, stærri samkomum og fleira. Svo það sé tekið fram, þá hafa engin smit greinst hjá HSU á Hornafirði eða hjá Hornfirðingum enn sem komið er, en nokkur sýni hafa verið tekin en öll hafa þau verið neikvæð. Það mun koma að því að það berist hérna smit í sveitarfélagið okkar og það er bara viðbúið og þess vegna erum við svona að halda þennan fund hér núna í kvöld. Við myndum ekki halda hann seinna í ferlinu. Við erum farin að stíga þessi forvarnarskref nú þegar og takmarka svona stærri samkomur eins og hægt er. Við munum tilkynna þegar smit gerist á fréttamiðlum sveitarfélagsins, þannig að fólk þarf ekki að vera að velta því fyrir sér fyrir að það sér fréttirnar á netinu. Bara þannig að íbúar séu bara nokkuð rólegir. Ég vil bara samt ítreka það samt sem áður. Mikilvægi þess að við séum bara í þessu saman sem eitt samfélag og að þegar að þetta smit berst hérna til okkar að það myndist ekkert panik ástand að við förum ekki að hræðast hvort annað eða fara af stað með sögusagnir að þessi eða hinn sé smitaður og hann er búinn að vera í návígi við þennan eða hinn og eitthvað slíkt. Bara mikilvægt að fylgja ró okkar og þeim leiðbeiningum sem við fáum þegar þetta gerist og það er öflugt teymi að vinna dagsdaglega í því að rekja öll smit þar sem þau eru að berast og tilkynna hverju þurfa að fara í sóttkví og einangrun og svo framvegis. Við stjórnum því ekki sjálf, heldur er það starfsfólk hjá almannavörnum og hjá sóttvarnalækni sem stýrir því algjörlega. Við höfum einsett okkur að fylgja alfarið leiðbeiningum almannavarna ríkisins og sóttvarnalæknis og af þeim ástæðum erum við að bjóða upp á fundin núna í streymi og hef ég verið að hvetja fólk til að sitja fundin bara heima og fylgjast þar með. Við erum að bjóða upp á fyrirspurnir á netinu í gegnum vefinn slido.com þar sem að lykilorðið er hashtag eða millumerki, heitir það á íslensku, 5852. Svo er líka hægt að senda mér tölvupóst á matthildur@hornafirði.is, ég fylgist með því hérna á fundinum, og eða SMS í síman, GSM síman minn sem er 692 90 15 á meðan á fundi stendur. Við munum reyna að endurtaka allar spurningar í mynd þannig að það fá allir svör og svara þeim í mynd. Og kannski aðeins þess að fara yfir það sem að sveitarfélagið er að gera þessa dagana í þessum aðstæðum. Við erum að reyna að skipuleggja starfsstöðvar á þann hátt að starfsemi sveitarfélagsins lamist ekki, þar að segja að við getum haldið uppi órofinni starfsemi. Við erum að vinna í okkar viðbragðsáætlunum og fræða starfsmenn og stjórnendur. Við erum og næstu skrefa takmarka opna fundi og nú var auglýst í dag takmörkun á heimsóknum á hjúkrunarheimilið og dvalarheimilið. Þannig að frá með föstudeginum þá er mælst til þess að fólk sé ekki að heimsækja sína nánustu þar. Við höfum verið aðeins skref á eftir kannski höfuðborgarsvæðinu hvað þetta varðar, eingöngu af þeim ástæðum að það hefur ekki verið neitt smit greint hérna ennþá. Við tókum ákvörðun að fresta ásótti starfsmanna sem var fyrirhuguð 21. mars, svona svo einhver dæmi séu tekin. Og við erum bara að endurmata daglega eftir hvernig málin þróast og vinnum öll í góðu samstarfi við viðbragðsaðilar hér á Hornafirði og ásamt samstarfi við almannavarnir á Suðurlandi. Þannig að þetta er svona það sem ég vildi helst segja til þess að byrja með. Hún Elín Freyja ætlar svo að fara bara yfir allt þessa veiru og hvernig hún haga sér og svona þá sóttvarnaþætti sem að málunni snýst.
Gjörðu svo vel, Elín. Má hafa kynjakvóta á þessu. Já. Herðu, góða kvöldið og gaman að sjá ykkur og líka gaman að frétta af hinum sem ekki eru hér í kvöld. En ég ætla að fara svona kannski stuttu máli yfir hvað við erum búin að vera að gera hér á Höfn. Ég heiti semst Friðrik Jónas og er Friðriksson og kem frá Slysandvörun Landsbjörg meðal annars og er mikið í aðgerðamálum bæði þar og hér heima. En fyrir rúmri viku eða 10 dögum síðan ákvað lögreglustjórinn á Suðurlandi að virkja aðgerðastjórn á Selfossi og ætlar þá að vera með vettvangsstjórn á Höfn. Þetta er rauninni bara stjórnunarstrúktúr hjá almannavörnum og þannig að öll vinna sem að fram fer í þessu héraði, hún er bara unnin hér á Höfn með yfirumsjón frá Selfossi. Og við erum semst búin að koma okkur upp okkar vettvangsstjórnstöð í húsi Björgunarfélagsins og tókum þar yfir sal kvennadeildarinnar og erum með hann í kannski bara herkví næstu 3-4 mánuðina og þar er bara allt uppsett og tilbúið. Við erum búinir að tilgreina einstaklinga til starfa í vettvangsstjórn og næsta skref er að kalla þann hóp saman í einhverjum pörtum. Við munum ekki kalla hann allan saman í einu og svona fara yfir þessi mál og undirbúa okkur eins vel og við getum. Einnig er búið að finna sóttvarnarhús fyrir okkar svæði og við sem sagt erum með hús hjá honum Ásmundi nokkrum í Árnanesi tilbúið fyrir okkur og það var einna helst kannski fyrir valinu að því að þar er hvert herbyggi innangengt utanfrá og það er engin sameiginleg aðstaða og það er einfalt að þjónustaða og eins erum við komið með varasóttvarnarhús ef að til þess þarf. Við erum svo búin að vinna í þessu við 4, ég segi við 4, það er Matthildur, Elín, ég og svo hann Jón Garðar og almannavarnanefnd hefur svo sem verið innvinkluð í það mál líka en við 4 höfum staðið svona vaktina hér í þessari vinnu síðustu 10 daga og þetta er svona í grófum dráttum það sem við erum búin að vera að gera og erum með svo sem vinnu framundan að bara koma okkar viðbragðsaðilum og öðrum inn í grunninn til að fara að vinna með hann og þegar það er tilbúið þá erum við tilbúin og ég held að það sé ekki svo mikið meira sem ég ætla að fara yfir og þá held ég hleypi henni í Elín að. Já, takk fyrir þetta Jónas. Ég heiti sérst Elín Freyja og er læknir hérna á svæðinu. Þetta er fyrst skipti sem ég er með námskeiða fyrirlestur þar sem ég er á Facebook að biðja fólk að koma ekki. En mér þykir vænt að það komi ykkur og það er mjög erfitt að tala fyrir tómum sal. Og ég baði sérstaklega alla viðbragðsaðilum að vera ekki að fjölmenna út af því að þau eru svo búin að fá hana fyrirlestur áður en baðum að fara sérstaklega á netið að fylgjast með ef það væri eitthvað og mig náttúrulega að setja inn spurningar eins og aðrir. En það var náttúrulega erfitt að vera kannski að hóa fólki saman á þessum tímum þegar það er kannski meiri umræði í þjóðfélaginu að setja bann á það. En okkur þótti bara mjög mikilvægt að fólk fengi kannski smá fræðslu á mannamáli og tækifæri til að spurja sem hefur kannski verið svona það sem vantar hvað mest. Upplýsingarnar eru svakalega miklar, kannski of miklar á öllum miðlum og fólk svona átti kannski erfitt með að velja hafna hvað myndi henta þeim best og svara þeirra spurningum best. En ég er sérst yfirlæknir á heilsugæslunni og er það sem heitir svæðislæknir sóttvarna. Sem sóttvarnalæknir hefur útdeilt hefur útdeilt verkefnum yfir landið þar sem er sérst umdæmislæknir í hverju umdæmi. Já, er ekki að heyra á mér það. Og
og það sem að umdæmin eru mjög stór að þá hafa verið setti niður svæðislæknar sóttvarna sem eru þá undir umdæmislækni. Og hjá okkur á Suðurlandi sem náttúrulega einkar stórt umdæmi að þá erum við 3 svæðislæknar og 1 umdæmislæknir. Og við erum sem sagt á reglulegum fundum með sóttvarnalækni og eftir að þessi veira fór að bera á sér í Kína núna í lok síðasta árs, þá hafa verið mjög reglulegi fundir hjá okkur og vikulegi fundir frá janúar og svo urðu þau bara örar það sem á leið. Þannig að undirbúningurinn er búinn að eiga langan aðdraganda og þetta er ekki eitthvað sem kom okkur á óvart. Við vissum þetta kæmi, það var bara spurning hvenær. En ég ætla aðeins að renna í gegnum hvað er þetta blessaða fyrirbæri sem alltaf er verið að tala um. Og það er verið að tala um, þetta er kórónuveira og kórónuveira þýðir náttúrulega bara að þetta sé ein ákveðin típa af veirum og þær eru mjög margar. Og þetta er sérst ný umgangspest sem við þekkjum ekki og þar af leiðandi er enginn með ónæmi fyrir henni. Það er akkurat vandamálið. Við erum ekki með bóluefni heldur. Og ættingjar hennar, sérst það er aðra kórónuveiru sem eru í reglulegu heimsóknu til okkar og valda okkur til dæmis kvefpestum. En svo hafa líka ættingjar hennar verið að stað og heita til dæmis SARS, þið kannski þekkið það, og MERS sem ollu verulega alvarlegum sýkingum og setti allt í uppnám hérna 2002-2003 og svo síðast 2012. Og einkennin, vandamáli er einmitt að einkennin eru náttúrulega bara eins og önnur flensu einkenni. Það er engin munur á þessu og hinni almennu influensu sem er náttúrulega árlegu gestur hjá okkur. Hiti, þurr, hósti, beinverkir og slappleikir er algengust einkennin en þurfa ekki að vera til staðar öll. Sumir fá hálsbólgueinkenni, sumir fá uppköst og niðurgang en það er frekar sjaldgæft. Þeir sem fá alvarleg einkenni fá öndun og erfiðleika og það er það sem er vandamáli. Einkenni koma oftast 3 til 7 dögum eftir smit en alltaf 14 dögum, þess vegna er fólk í sóttkví í 14 daga. Og hvernig smitust við? Það er náttúrulega fjölmiðlar hafa verið mjög auðveldlega að útskýra það. Það er náttúrulega fyrst og fremst beint smit. Við snertum eitthvað sem einhver smitandi hefur nýverið snert, fáum veirun á puttan okkur og svo snertum við slímhúðir í andlitinu okkur. Augu, nef, munn. Stöngum á tönnunum, borum í nefið, gerum eitthvað skemmtilegt og þá erum við búin að bera veiruna í okkur og getum þar leiðandi sýkst. Við getum líka fengið það sem er kallað dropasmitt. Það er til sem sagt dropasmitt og úðasmitt. Eins og mislingar geta dreifst með úðasmitti. Þannig að ef það er einn hérna með veikur með mislinga þá erum við öll í hættu. En ef það er einn hérna veikur með COVID-19 þá er raunin bara þeir sem eru næstir honum. Það þarf dropa til þess að fara frá honum við hósta eða hnerra og fara inn slímhúðir í andlitinu á ykkur eða á hendurnar á ykkur og svo í slímhúðina til þess að smitast. Þannig að þetta er ekki jafn smitandi og margt annað. Það er mjög oft verið að tala um þetta sóttkví versus einangrun. Sóttkví er fyrir þá sem er í hættu að smitast en eru ekki veikir. Til dæmis fólk sem er í Ölpunum og skíðaferð, kemur heim, þau þurfa að fara í 2 vikna sóttkví. Þau eru ekki veik, það er ekkert að þeim, en við erum samt að einangra heima svo að þau gangi ekki og smita annað fólk þegar það veikist. Þeir sem að verða veikir, þeir eru settir í einangrun. Og þá er sem sagt með staðfest smitt, þau eru búin að taka sýni og fá já, þetta er veiran, COVID-19, eða það er í mikilvæg hættu að vera jákvæð, sem sagt þú varst inn á áhættu svæði og núna ertu orðinn veikur og þannig við hugsum ok, þetta er mjög líklega veiran, þannig við einangrum þig, tökum sýnið, fáum staðfestingu á því og þá ertu áfram einangrun. Þeir sem að fara í einangrun og ná sér, þeir eru í einangrunni 10 daga eftir að vera hitalausir. Sirka. En þegar þessi 10 dagar er liðnir þá er gerð sem sagt ný skoðun, í mörgum tilfellum tekið aftur sýni eða eitthvað vafaatriði og tryggt að viðkomandi sé ekki að senda vírusin frá sér lengur og þar af leiðandi gæti smitað aðra.
Og svo er verið að tala að það sé ekki til inn meðferð og af hverju það? Vandamáli að við eigum ekki sérstaklega mikið af lyfjum sem að virka á og drepa veirur. Og við vinnum rosalega mikið með þetta læknarnir að við erum að meta hvort að fólk sem er veirusýkingu eða mögulega bakteríusýkingu. Bakteríusýkingar getum við meðhöndla með sýklalyfjum í langflestu tilfellum en ekki veirurnar. Þannig að kvefpest og ennis- og kinnhólubólgur og slíkt sem eru í öllum líkindum alltaf víruspestir, hitapestir hjá börnum, þessar umgangspestir, flensur, getum við ekki meðhöndla með lyfjum, heldur þurfum við bara að styðja líkamann til þess að lækna sig sjálfur. Eins og með influensuna þá er til lyf sem heitir Tamiflu og það dregur aðeins úr einkennum og mögulega styttir pestina kannski 1 dag eða eitthvað slíkt. Þannig þetta er engin halleluja meðferð. HIV smitaðir geta fengið lyf til að draga úr veirumagni hjá þeim en það er ekki til lækning við því. Þeir sem eru með frunsu geta fengið lyf við að draga úr frunsum eða með herpes kynfærasýkingu geta fengið lyf til þess að draga úr einkennum en það læknar það ekki. Þannig að það er miklu erfiðara fyrir okkur að eiga við veirurnar að mörgu leyti en bakteríurnar þó að bakteríusýkingar séu oftast alvarlegri. Og bóluefni þau eru náttúrulega gagnslaus fyrir einhverjar veirur sem eru sífellt að stökkbreytast eins og kvefpestina, þannig að það er enginn að fara að eyða tíma og peningi það að búa til bóluefni fyrir því. En það er náttúrulega mikið kappsett á að reyna að finna bóluefni við þess að COVID-19 en metið hingað til er 7 mánuðir í framleiðslu að finna upp og framleiða bóluefni. Þannig að við erum að vonast fyrir næsta ár. Og hvað getum við þá gert fyrir þá sem er að smitast af þessari veiru? Eins og segi, flestir, 80% er að fá væg einkenni sem er náttúrulega mjög gott og þau sjá þetta sjálf. Þau eru bara lasin, þau eru heima á sér, þau passa að hvíla sig, drekka, halda þessi næringu og geta tekið kannski verkjalyf ef þau eru með beinverki eða líður illa. En þeir sem að verða mikið lasnir, cirka 15-20% og 5% enda meira þess á gjörgæslu, hefur allan sýnt sig frá öðru löndum, að þá er náttúrulega verið að meðhöndla með sérhæfðari meðferð eins og öndunarvél. En það er engin lyf. En munurinn á til dæmis þessar nýju veiru og hinni árlegu influensu. Það er mikið verið að tala hversu margir eru smitaðir í heiminum og hversu margir hafa látist af þessu, en það er voðalega lítið talað hversu margir eru að látast árlega af hinni almennu influensu. Þannig að lagfæra hérna mikrofóninn. Allan að í dag þá eru cirka 4.300 mann sem hafa látist af þessa nýju veiru, það sem af er af nóvember þegar hún greinist fyrst, en það er árlega 290 til 650.000 mann sem að látast af almennri influensu. Þetta eru rosalega tölur, þetta eru áætlaðar tölur út að við erum ekki alltaf að greina influensuna hjá öllum. Og þetta er sami markhópur, þessi sami áhættuhópur sem að verður þarna verst fyrir barðina á þessu. Við höfum bóluefni fyrir influensu og getum þannig búið til hjarðónæmi, við getum varið okkar viðkvæmasta hóp, en það höfum við ekki fyrir þessa nýju veiru. Þessa mynd hafi ég kannski séð í fréttum, en þetta er bara virkilega góð skýringamynd til þess að sýna hvar við erum og hvað við erum að gera. Allar þessar aðgerðir sem við erum að beita, eins og sóttvarnalæknir er að gera, setja fólk í sóttkví og einangrun og reyna að stoppa af smitið, er ekki til þess að stoppa af smitið, heldur er þetta til þess að bremsa. Þannig að við munum ekki elta bláu línuna eins og gerist í Kína, heldur
fletjum línuna út þannig að svipa margir munu smitast, við vitum það alveg, við sleppum ekkert við þetta frekar en aðrar víruspestir sem að fara heiminn, en það munar rosalega mikið fyrir okkur að við séum ekki öll að veikjast á sama tímapunkti. Ef við erum öll að veikjast á 1,5 mánuði þá náttúrulega bara leggst öll þjónusta í þjóðfélaginu af. Ef við erum að missa allt heilbrigðisstarfsfólk í veikindi eða sóttkví eða einangrun, þá engin þjónusta fyrir fólk sem er veikt með veiruna neitt annað. Þannig það vandamálið og það það sem ríki heimsins að reyna að stoppa af, það að þessi kurva verði ekki svona brött. Og með upplýsingarnar að þá náttúrulega rosalega margir miðlar farnir að boðskapinn og segja sína skoðun og ýmislegt, en það sem ég myndi ráðleggja fólki að leita upplýsinga það sem við leitum upplýsinga og fáum ráðleggingar, og það inn á landlæknisembættinu. Það sem sagt, þið sjáið inni leiðbeiningarnar til okkar, þið fáið leiðbeiningar til ykkar, það sérleiðbeiningar fyrir fólki í áhættuhóp, það sérleiðbeiningar fyrir fólki í sóttkví og einangrun. Þannig það allar upplýsingar þarna inni og það alltaf dagsetning fyrir aftan hvert skjal sem bendir til þess hvenær það var uppfært. Og þeir mjög reglulega uppfæra skjölin. Þannig að leiðbeiningarnar náttúrulega breytast dag frá degi sumar, en aðra duga kannski í viku og það þarf að breyta þeim. Og eins og Matta sagði að við munum setja upplýsingar inn á bæði Facebook-síðu og heimasíðu sveitarfélagsins til þess að það fari ekki þess að sögursagnar stað að einhver sé í einangrun eða ætti að vera einangrun eða sóttkví og einhver svona múgæsingur. Við munum láta vita þegar þetta gerist, við munum ekki segja hver það eða hvaða heimili það eru, það náttúrulega persónuvernd, en fólk hefur náttúrulega líka rétt til að fá upplýsingar þegar það almannavarna ástand. Þannig það okkar skylda að upplýsa samfélagið að það sé fólk í einangrun eða sóttkví í samfélaginu, þó að við náttúrulega tryggjum persónuvernd að láta ekki vita hver það og við munum gera ráðstafanir til þess að tryggja það að þeir sem í einangrun og sóttkví að þeir fái góða meðferð, að það sé hugsað þau, ekki bara grunnþarfir heldur þurfum náttúrulega líka að tryggja það að þeim líði vel eins vel og hægt að líða meðan maður í svona stofufangelsi, eins og maður mætti nú nefna þetta. En þá viljum við náttúrulega líka fá stuðning frá samfélaginu, að það sé skilningur, það getur hver sem lent í þessu og við náttúrulega ekki að búa til einhver leiðindaríg eða móral eða einhver leiðindi í kringum þetta. Þannig að það mikilvægt að þeir sem lenda í því að annarkvort smitast eða fara í sóttkví að þeir finni fyrir stuðning og samkennd og náttúrulega bara nágrannar og fjölskyldur hjálpist að. Þannig nú ætla ég bara að gefa laust fyrir spurningar. Þannig að spurning hvort við viljum kannski byrja í salnum ef það eitthvað sem brennur á áður en við förum að vindum okkur á netið. Og svo má þá kannski líka ef það eru spurningar sem eru til mín eða til Jónasar eða Möttu. Eða eigum við bara sem að höfum kannski
sjálfur, og ég meina að hafa það í meðvitundinni að ég ætla ekki að fara í regluna, bara í nefnum dæmi, ég ætla ekki að fara í regluna því að það getur alveg verið að því ég er einn af þeim eða einn af þeim sem er kannski með það sem víst er að er næmir fyrir að fá þessi smit. Já, nú ætla ég að reyna að endurtaka spurninguna. Að það er sem sagt spurt hvort að fólk eigi að bíða eftir að þess komi boð og bönn frá stjórnvöldum eða taka sín eigin ákvörðun sjálf. Og klárlega á fólk að taka ákvörðun fyrir sig og sitt heilsufar. Foreldrar skulu taka ákvörðun fyrir sín börn og félagasamtök, sveitarfélög, stofnanir og aðrir taki ákvörðun fyrir sig. Það er mun farsælla þegar þetta er gert svona fremur en að hið opinbera er að gera boð og bönn. Það er oft vill virka öfugt. Þannig að sóttvarnalæknir hann hvetur til þess að fólk taki ákvörðun sjálft út frá sínum aðstæðum og hvort sem að það eru félög eða sveitarfélög eða einstaklingar. Og því að það er ekki komið á það stig á landinu að fara að virkja þennan hluta af þessar neyðaráætlun heimsfaraldur að við förum að setja þessi samkomubönn á, þar sem að það er 15 manns og meira sem er þá bannað. Heldur hvetur hann til þess að það sé það bara tekin ákvörðun það og þegar það er verið að hætta við stóra viðburði þá finnst honum það jákvætt og sérstaklega ef að fólk gerir það út frá þeim upplýsingum sem það hefur og út frá sínum aðstæðum. Og þá er miklu meiri sátt það en að þetta sé eitthvað frá hinu opinbera. Já, það er spurt hvort að félag eldri borgara ætti að hætta við þá viðburði sem eru skipulagðir á næstu vikum og auðvitað er enginn sem getur sagt ykkur fyrir verkum, þið verður náttúrulega að taka þessa ákvörðun sjálf. Þið getur líka ákveðið það að viðburðin haldinn en þeir sem eru með ykkur flensulíka einkenni, kvefpestir eða slíkt skyldu halda sig heima. Þeir sem eru kannski tæpir heilsufarslega ættu að halda sig heima en auðvitað þarf fólk að taka þessar ákvarðanir fyrir sjálft sig. Mikilvægt er að muna að þetta er langhlaup, við erum að tala kannski 3-4 mánuði, við erum ekki að fara að klára þetta á næstu 2 vikum og við þurfum að halda áfram að lifa. Við getum ekki stoppað lífið, við getum ekki stoppað samfélagið og hjólið verður að halda áfram að snúast. Við erum félagsverur, við þurfum á öðru fólki að halda, þannig að maður verður alltaf á veg að meta. Þannig eins og ég segi, meðan það er ekki komið samkomubann þá verður fólk að taka þessi ákvörðun sjálft og félagsamtök einnig fyrir sig. Vignir var búin að biðja orðið. Já, Vignir. Já, kannski aðeins í framhaldi af þessu, þá held ég þetta sé alveg rétt að þetta er langhlaup. En mér skildist á bæjarstjóra í Íþjóðkjörnum að það væri komið nú þegar takmörkun á hjúkrunarheimilið að minnsta kosti og þar með hlýtur að vera ekran. Það er ekki rétt. Sem sagt ekki heims, já það er verið að spyrja hvort það sé komna takmarkanir á ekruna eins og það er komið heimsóknar takmarkanir á hjúkrunardeildina. Við höfum ekki sett takmarkanir að öðru leyti en við ætlum að skipta matnum upp í 2 hol þannig að það verði ekki allir í mat á sama tíma. Sem sagt starfsmenn munu skenka á diskana þannig að það sé ekki allir að snerta sömu skeiðarnar og þannig að reyna að koma í veg fyrir smitt í ekrunni og þá líka getur fólk setið með lengri millibili á milli þannig að við reynum svona eftir fremsta megni að láta lífið halda áfram en samt að reyna að taka ráðstafanir sem að geta þá minnka líkur á smiti. Þess vegna sko, langar mig svolítið að vita sko, af hverju er takmörkunin til dæmis á hjúkrunarheimilum
Já, það er spurt af hverju við erum að setja heimsóknar takmörk svona snemma á hjúkrunarheimilin þar sem að það er ekki komið í lög að vera með samkomubönni eða slíkt og okkar hjúkrunarheimili okkar hjúkrunarheimili var reyndar eitt af þeir síðustu sem voru til að setja þetta og við ákveðum að hafa frá föstudeginum þannig að fólk hefði tækifæri til að hitta sitt fólk og við vorum mjög treg til þess út af því að þetta náttúrulega hefur gífurlega afleiðingar fyrir íbúa hjúkrunarheimilisins. Þetta byrjaði rauninni í Reykjavík þannig að það var sett heimsóknarbann á Landspítalann. Svo færist þetta yfir rauninni allar sjúkrastofnanir á landinu og svo yfir á hjúkrunarheimilin. Það er bara á hjúkrunarheimilum sérstaklega erum við náttúrulega með veikasta fólki okkar sem má ekki við neinu og ef einn veikist á hjúkrunarheimilinu, til dæmis eins og hér, þar sem allir eru í tvíbýli, að þá höfum við enga möguleika að stoppa smit yfir til annara. Við teljum okkur geta boðið upp á myndsímtöl og reyna að tryggja aðgang aðstandenda að fólkinu sínu og við vonum náttúrulega innilega að þetta verði ekki lengi en eins og segir, við vitum bara daginn í dag, við vitum ekki hvernig daginn á morgun verður, við vitum hvernig dreifingin hefur verið í öðrum löndum og þegar það voru komin 80-90 smit að þá var mjög stutt í að þetta urðu nokkur 100 og þannig það er verið að reyna að stoppa og verja veikasta fólki okkar og þá sem er í mestri hættu og það færu verst út úr svona flensu. En kannski aðeins þess að bara ítrekka þetta, þá erum við líka að fylgja þeim ráðleggingum sem við fáum frá sóttvarnalækni og frá Almannavarnir ríkisins og það er búið að takmarka heimsóknir á hjúkrunarheimili allt land og líka þar sem ekki hafa borist smit. Það er ekki greind smit út allt land en það er búið að taka fyrir heimsóknir á hjúkrunarheimili út allt land og okkur finnst mjög óeðlilegt að við fylgjum ekki sömu leiðbeiningum og öll önnur sveitafélög á landinu er að gera og þetta er ekki bara sveitafélög, þetta eru líka sjálfseignarstofnanir. Haldið áfram spurningarna líka sem eru í strætó, þannig að fólk fá líka svör þar. Akkurat. Ég var sem að þá lesa upp nokkra spurningar sem eru komið inn á vefnum. Hér er spurt, verða upplýsingar sem komið fram í kvöld þýddar á önnur tungumál? Þessi fyrirlestur verður ekki þýddur á önnur tungumál en það eru upplýsingar inn á landlækni.is bæði á ensku og kínversku. Þetta er náttúrulega, smiti byrjar í Kína og þess vegna var svo mikilvægt að koma upplýsingu til kínverskra ferðamanna en allar þessar upplýsingar liggja þar inni. Svo er spurt hér. Við erum líka, kannski til að bæta við erum að fá send daglega upplýsingapósta frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga á hinum ýmsu tungumálum. Við sendum það áfram á viðeigandi staði, til dæmis í skólana og þær eru þýddar á mörgum tungumálum og verða sendar út þá til foreldra og svo framvegis. Og það sem við getum birt á okkar heimasíðu það bara förum við í gegnum og reynum að setja þar inn. Svo er spurt hér, þeir sem veikjast alvarlega verða þeir fluttir á sjúkrahús í Reykjavík. Ef að fólk er það alvarlega veikt að það getur ekki verið heima, að þá verða flutt á sjúkrahús annaðhvort í Reykjavík eða á Akureyri. Það er rauninni bara þessi 2 sjúkrahús sem að geta tekið við fólki með þessa veiru, veitum þá meðferð sem þau þurfa og gætt þess að smita ekki aðra sjúklinga, gætt að smitvörnum. Við munum ekki geta lagt fólk inn í sjúkrainnlögn hér á hjúkrunardeildina af skiljanlegum orsökum og þannig að þeir sem að til dæmis verða settir í sóttvarnahús hjá okkur, það er fólk sem að getur ekki verið heima einhverjum orsökum eða ferðamenn til dæmis og þá þarf það að vera það lítið veikt að það geti verið heima. Við munum að sjálfsögðu vera með vitunarþjónustu og hugsa þau og tryggja það að þau fái allt sem þau þurfa en þau mega ekki vera súrefnisþurfi eða þurfa öndunarvél eða eitthvað slíkt, þá þarf að flytja á sjúkrahús, já.
Og það spurt hérna aðeins neðar hvort að við séum með öndunarvél. Nei, við erum ekki með öndunarvél á hjúkrunardeildinni og við munum ekki geta verið með það veikt fólk í sjúkrarými á hjúkrunardeildinni. Svo spurt, ef fólk með flensueinkenni, má það biðja að fara í próf fyrir korona? Bara núna rétt áðan þá sá ég að það var að koma tölvupósti til mín þar sem að það verið að opna á það að við getum tekið skimanir. Þannig nú getum við orðið tekið sýni frá fólki sem ekki bara þeim sem voru að koma frá þessum löndum sem eru á hættulista hjá okkur, heldur einnig fólki sem bara í samfélaginu og þarna kannski vinna í ferðamanna þjónustu eða í búðinni eða eitthvað slíkt. Þannig að það svona verið að opna inn á það núna, en auðvitað munum við ekki geta sinnt öllum og þannig við biðjum að fólk hafi samband við okkur, annaðhvort hringi á stöðina eða senda okkur skilaboð í heilsuvöru. Við munum reyna að svara öllum eins fljótt og við og þá yrðu þessar skimanir til þess að vita ertu með kórónavírusinn eða ekki. Og þá fengirðu bara svar, þú ert ekki með þetta. Og yfirleitt tekur svona 2 daga að fá svar við rannsókninni, en núna þegar þeir eru búin að opna á þetta gæti ég trú að það aðeins lengri afgreiðslufrestur. Nema náttúrulega með nýju tækjunum hjá Kára, en það ekki alveg komið, ég náði ekki alveg að lesa þannig til tölvupóstin alveg til enda, ég verð að viðurkenna það. Svo stendur, borgar sig að hætta við 2 vikna utanlandsferð sem áætluð á næstu dögum til land sem ekki á hættusvæði, sem með undir 20 smitt enn sem komið Það eru komin tilmæli til heilbrigðisstarfsfólks að vera ekki að ferðast, og þá skiptir ekki máli hvort það hættusvæði eða ekki hættusvæði. En fyrir hinn almenna borgara þá rauninni ekki komin nein tilmæli slíkt nema að vera þá ekki að fara í ónauðsynlegar ferðir, vera kannski ekki að skipuleggja ferðir á þessum tímapunkti og vera ekki að fara ónauðsynlegar ferðir inn á hættusvæði. En auðvitað veit enginn hvernig morgundagurum verður. Þetta gerist oft í svona ákveðnum veldisvexti að byrjar að fá 1 smitt og 2 smitt og svo ánum veist að það kom vika og þá eru kannski komin 300 smitt. En það eru lönd eins og Spánn með 1600 smitt, það Frakkland með rúmlega 1000 smitt, Þýskaland einnig milli 1000 og 2000 smitt og þessi lönd ekki enn á hættulista hjá okkur. Þannig ég get ekki sagt að þinn almennu borgari ætti að hætta við þetta. Ég get ekki skrifað upp á vottorð að þú vegna heilsufarsástæðna nema fólk sem undirliggjandi sjúkdóma og ætti þar alveg ekki vera að ferðast. Þannig þetta svolítið flókið og sérstaklega ef fólk ætlar að fá endurgreiðslu. Ég get náttúrulega ekki logið til að einhver sé veikur sem ekki veikur, en auðvitað get ég alveg sagt að heilsufarsástæðum út af því að þú ert undirliggjandi sjúkdóma og þá meiri líkur að þú smitist. En svo það bara tryggingafélag að meta hvort að það taki þeirri skýringu eða ekki. Og þegar fólk búin að borga ferðina þá þetta náttúrulega svolítið flókið að ákveða að hætta að fara, en fólk verður svolítið að taka mið af sínum aðstæðum. Sjálfsög ef fólk kannski búin að eyða 1.000.000 krónum í að kaupa ferð fyrir sig og fjölskylduna á einhvern stað sem kannski ekki á hættusvæði eins og þá skilji fólk fullkomlega vel að nýta ferðina. En þá verður það bara að taka með að því hvernig þeirra heilsa, þoli ég það að vera í sóttkví því ég kem heim, þoli vinna mér það, í einyrki og þarf að standa kostnaði fyrirtæki, þannig það margt að vega og meta. Og eins og með heilbrigðisstarfsfólk þá veit ég að flugfélögin hafa verið endurgreiða flugfar út af því að það komin tilmæli að fólk ætti ekki vera að ferðast. Þannig að sjálfsög ef það koma tilmæli að almenningur ætti ekki að ferðast þá lítur þetta öðru út. En þetta erfitt að svara og það ekki til já eða nei, fólk verður að meta út frá sínum aðstæðum. Og svo hérna ein spurning á ensku. Spyr hvort að það sé meiri hættu búandi með konu sinni sem kennari, ætti hann að flytja út í bílskúrinn. Þarftu ekki að lesa á ensku? Og svara á ensku? Já.
kannski viðkomandi enskumælandi. Am I in more danger living with my teacher wife? Should I move into a garage? Yes, definitely, no. And nay, no, I have to say no to that question. Kennarar eru ekki hættulegri en aðrir, en auðvitað þetta eitthvað sem viðkomandi þarf að taka ákvörðun sjálfur. Önnur spurning, ég hef unnið við gestamóttöku, þrif, en treysti mér ekki lengur til þess, því ég með berkjubólgu. Nú væri tekjulaus. Einhver úrræði fyrir fólk eins og mig? Það hafa, verð að segja, við svo sem ekki verið að drukkna undan spurningum, en það hafa einstaklingar haft samband við okkur og verið með álíka áhyggjur. Fólk sem kannski hefur fengið lungnabólgur eða berkjubólgur eða einhverja undirliggjandi sjúkdóma, eru kannski á gigtarlyfjum sem að bæla niður eða dempa niður ónæmiskerfið að einhverju leyti og eru kannski í störfum þar sem þeir hitta fullt af fólki. Og eins og að þá get ég ekki skrifað upp á vottorð og segja að þú sért ófær til þessara verka út af því að smitin ekki það mörg og hættan ekki það mikil. Það rauninni mun meiri líkur á að viðkomandi fengi influensu og fengi hana mjög slæma. Það alltaf einhverju smitsjúkdómar í gangi og við getum ekki lokað fólk af eins og þar sem að ástandið ekki það slæmt í þjóðfélaginu og við erum eins og að halda aftur af þessari smitbylgju. Auðvitað getur fólk náttúrulega valið að hætta í vinnu sinni eða fundið aðra vinnu og ef að það ekki hæft til annarra starfa þá náttúrulega þurfum við bara að finna lausn á því. Og við erum ekki að segja að við kostum þessu fólki út í kuldan og gerum ekkert fyrir það, heldur munum við bara reyna að finna lausn á þessu vandamáli. Og þar ég nokkuð viss að sveitarfélagi myndi líka reyna að koma að, kannski ef að það væri önnur störf sem að myndi henta betur. Þannig að það ekki til ákveðið svar við þessu, en auðvitað reynir maður bara einstaklingsbundið að finna rétta lausn fyrir einstaklingin. Svo spurt, eru tekin sýni hér á Höfn eða veit enginn hvort það sé smita fólk hér? Já, við höfum verið að taka sýni. Við höfum ekki verið með fólk sem hefur verið að ferðast til þessa áhættulanda og þar af leiðandi höfum við ekki þurft að taka sýni frá þeim. Við höfum ekki verið með neitt í sóttkví eða einangrun sem verið grunaður, en við höfum verið að taka smá stikkprufur. Sérstaklega fólk í ferðaþjónustunni hefur komið til okkar ef það að veikjast og hefur kannski nokkrum dögum áður verið með stóran hópa ítilum eða kynverum eða á þess að vera með fordóma, en þá tökum við sýni út af því að það líka áhugavert fyrir okkur að vita hvort að við séum að smitast af ferðamönnunum og það hefur allt verið neikvætt hingað til. Þannig við erum alveg tilbúin að hlusta á fólk og við skiljum alveg áhyggjur fólks og við viljum reyna að hjálpa. Og núna þegar það búið að gefa svolítið lausan taumum með sýnina þá munum við reyna að koma meira á móts við fólk, en auðvitað verður fólk líka að skilja að við höfum takmarkaðan tíma og getum náttúrulega ekki gert, við þurfum líka að sinna almennri læknisþjónustu og hjúkrunarþjónustu. Svo spurt, hvernig verður með dagvist fyrir aldraða, mat og þjónustu, verður þessi starfsemi í boði þegar smit hefur greinst hér? Já, alveg klárlega, þetta mun ekki hætta, þar sem að þetta náttúrulega hluti af grunnþörfum og grunnþjónustu, en auðvitað við erum sem sagt í töluðu orðum að tala hvernig við getum bætt öryggi við til dæmis að fara með mat út til fólks, hvernig við eins og við tölum áðan með ekruna að deila sem sagt hádegismatnum upp í tvo hópa, þannig við getum haft meira bil á milli fólks og þannig minnka líkurnar á smit sem berast á milli manna. Eru einhverjar sérstakar upplýsingar, leiðbeiningar fyrir þá sem eru með undirliggjandi sjúkdóma, svo sem lungnasjúkdóma? Já, það til dæmis inni á landlæknisembættinu, ítið á gula borðan efst á síðunni
og farið þar inn í almenna leiðbeiningar. Það er spurningi með getið með þess að setja þetta hérna upp á, er ég kannski nettengt? Nei, þú ert ekki. Já, þetta er ekki mín tölva. Þú er verið á. Má ekki fara inn og... Þú ert ekki tengt við. Landlæknir, Nei, hann getur það. Já, ok. Hér. Já, ég skal gera bara með það og svo. Já, en á heimasíðu landlæknis þá eru til dæmis sérstaklega leiðbeiningar fyrir fólk með undirliggjandi sjúkdóma. Hvernig það ber að haga sér og hvað getur einstaklingur gert til þess að verja sjálfur sig. Og muni líka allt þetta sem við erum að gera til þess að bremsa útbreiðsluna af þessu er fyrst og fremst til þess að verja þá sem eru veikar fyrir, eru með undirliggjandi sjúkdóma, eru þarna aldraðir og hafa þar að leiðandi ekki sömu... Sérst bara hér, sko. Já, það er þarna gulu borðin hann efst á landlæknissíðunni til þess að íta á, til að komast inn á leiðbeiningarnar og þarna neðst er sérst á ensku og kínversku, en það sem þú þarft að vita, það er það sem ítið á og þarna er til dæmis leiðbeiningar fyrir áhættuhópa. Og ég mæli klárlega með að kíkja á þetta og finna það sem hendar ykkur og svara ykkur spurningu. Svo næsta spurning er, 90 eru smitaðir á Íslandi en í Danmörku 570. Danir ætla að loka öllu í landinu næstkomandi mánudag. Fólk sem getur hvatt til þess að vinna heima má búast við þessu hér. Eins og segi, við erum svolítið að lifa, við erum svolítið núvindund núna, við þurfum svolítið að taka eitt dag í einu þó að við séum að undirbúa undir það versta. Ég þori ekki að svara því hvort að sóttvarnalæknir myndi á einhverjum ákveðnum tímapunkti taka til þessara aðgerða, en allar svona aðgerðir eru náttúrulega gífurlega kostnaðarsamar fyrir fólkið, en auðvitað ef að það er metið svo að það sé nauðsynlegt til þess að verja fólk og þá sérstaklega okkar fólk í áhættuhópum, þá trúi ég því að hann mun taka til þess að ráða, en auðvitað get ég ekki svarað neinu fyrir hann. En eðlilega horfum við svolítið á það sem gerist í löndum í kringum okkur. Geta allir eða fara allir sem sýna einkenni veirunnar í sýnatöku eða eru það bara þeir sem hafa á einhvern hátt tengingu við hættusvæði eins og, já, það er sérst að spyrja hvort að allir megi koma í sýnatöku. Ég var svo sem að svara því á hana, það er sérst búið að gefa hans lausan tauminn, en við verðum samt að heyra frá fólki, við þurfum að geta skipulagt þetta sérst þarna, þannig að það þýðir, við viljum alls ekki að fólk komi til okkar og vilji fá sýni, heldur viljum við skipuleggja þetta og helst ekki fá fólk inn á stöðina. Eru til öndunarvélar hér á Höfn? Já, ég var búin að svara því, það var ekki engar öndunarvélar. Hver er nákvæmlega áhættu hópurinn fyrir utan eldra fólk? Hvað með einstaklinga sem eru með mótefnaskort, til dæmis MBL, ég veit ekki hvað það er, eða fólk með astma? Í rauninni allir þeir sem hafa eitthvað bælt ónæmiskerfi, hvort sem að það er af náttúrulegum orsökum eða lyfjum, að það getur komið til þess að þeirra mótstaða við svona veiru verður verri og þannig að veiran komist lengra og gerir þau meira veik, og það er alltaf það sem við höfum áhyggjur af. Fólk almennt með lungnasjúkdóma er í aukinni áhættu, já. Já, akkurat. Hvernig fer sýnataka fram? Við höfum haft hann hátt á að fólk komi á bílnum sínum, stoppi fyrir utan heilsugæsluna, fari ekki út úr bílnum, við klæðum okkur í æla múnderingu og komum út og tökum sýnið.
það skiptir okkur rosalega miklu máli að við fáum ekki smit inn á heilsugæsluna. Við reynum að halda því sem reynisvæði og við munum á næstu dögum og vikum fara aukið að biðja fólk að vera heima og við hringjum fremur en að fólk sé að koma í viðtöl. Og þetta eitthvað sem að gerast á öllu landinu, þetta ekki einsdæmi hjá okkur, heldur erum við meira að fylgja fordæmi annars staðar frá. Þannig við munum reyna með þessu móti að fækka mínútum sem fólk situr í biðstofunni og þar náttúrulega kjörið tækifæri að smitast. Við höfum fjarlægt blöð og leikföng og allt svona af heilsugæslunni og allt sem að margir snerta, það er beint smitt og möguleg smitleið. Og þannig við munum jafnvel, ef fólk að mæta á snemma til okkar, þá munum við jafnvel senda út og láta bíða út í bíl. Þar til að tími þeirra er komið, bara til að minnka þessar mínútur sem að við erum með veikt fólk á sama stað. Og þetta fyrst og fremst náttúrulega að venda þá sem eru með áhættuþætti. Og það náttúrulega fyrst og fremst þeir sem eru að koma til okkar og svo þegar aðrir eru að koma sem eru út af flensuenginum og þá erum við náttúrulega komið beint smitt þar. Og sýnatakan það er tekið frá nefi, það pinni settur langt upp í nef, þannig að maður tárast vel og það heitir nefkok. Það er ekki upp í munnin, heldur við tökum úr nefi. Þannig að mestu óþægindi við þetta að fólk tárast aðeins en það er allan engin dáið en þá. Næsti eru ósmitaðir Danir velkomnir í bæjarfélagið á næstu dögum. Já, að sjálfsögðu. Við reynum að vera ekki með fordóma og það eru engar hömlur á ferðamönnum. Ferðamenn fara ekki sóttkví og sóttvarnalæknir byggir það á reynslu annars staðar frá að ferðamenn eru ekki kyssa okkur og knúsa okkur og þar af leiðandi mun minni líkur á að við smitumst af þeim. Og samnetið yfirleitt í það stuttastund að það dugar ekki til þess að smita. Og við höfum verið að taka svona stikkprufur af því einmitt hér að taka sýni frá þeim sem eru veikir sem hafa verið verið mikið í kringum ferðamenn og þjónustuferðamenn og við höfum ekki fundið nein smitt. Ætti fólk að byrgja sig upp af mat og öðrum byrðum ef það myndi gerast að þjónusta til dæmis í búðinni myndi skerðast eða búðin myndi loka. Það náttúrulega sveitafélagsins og að tryggja grunnþjónustu fyrir íbúana og grunnþjónusta klálega að við höfum matvörur til þess að kaupa og borða. Þannig að þetta náttúrulega einhver þjónusta sem er nauðsynleg og það væri ekki hægt að græja á annan máta. Þannig að mér finnst óþarfi að fólk fari og byrgi þessu upp. En auðvitað alltaf skynsamlegt að eiga mat til að minnstakosti 3 daga. Þið muni eftir Rauða kross herferðinni, 3 daga herferðinni að maður sé með batteri og útvarp og svona eða skildi koma jarðskjálfti eða eldgos eða eitthvað slíkt og það árinni alveg við hér. Að maður sé alltaf með birgðir sem hafa endast á manni minnstakosti 3 daga þó að flesti sé nú örugglega með birgðir heima á sig sem endast 3 vikur ef ekki meira. Þeir sem eiga frystiskápa og frystikistur. En alls ekki að fara út í neinar öfgar. Svo er hægt að fá stærri lyfjaskammtanir í einu heldur en venjulega. Lög í landinu segja við megum afgreiða lyfjaskammta til 3 mánaða og í undantekningatilfellum lengri tíma ef fólk að fara erlendis eða eitthvað slíkt. Þannig ég verði eiginlega bara að vitna í það. Og þeir sem hafa verið í Reykjavík nýverið og eru með flensulík einkenni eftir heimkomu ættu þeir að fara í sýnatöku. Nú er það klálega fólk sem viljum heyra frá, núna þegar það er búið að gefa okkur leyfi til þess að gera þessar skimanir. Reykjavík er ekki áhættusvæði, fólk má ferðast til Reykjavíkur og þetta náttúrulega flensutíð, það mjög margar flensur í gangi. En
þeir sem hafa verið kannski á mannamóti í Reykjavík og fá flensu líka einkenni nokkur dögum síðar, það er klárlega fólk sem við myndum vilja heyra frá og taka með í skimunina. Það stendur hérna hljóðið datt út eftir búðarspurninguna. Tjörfi. Eftir búðarspurninguna. Já, eftir búðarspurninguna þá kom spurning stærri lyfjaskammtanir og það er náttúrulega bara löggjöf lyfja útlutin eða sérstaklega lyfjus afgreiðslu sem stoppar okkur þar, það er 3 mánaða reglan og Reykjavík er ekki áhættusvæði en ef að fólk hefur verið á mannamótum í Reykjavík þá myndum við alveg vilja heyra frá þeim ef þeir fá flensu líka einkenni 3 til 7 dögum síðar. Það er ein spurning sem beinist svolítið til sveitafélagsins. Það er þá, ef alvarlegasta sviðsmynd kemur upp og jafnvel 50% af íbúum sveitafélagsins er í sóttkví og eða einangrun, er sveitafélagið með aðgerðaráætlunum hvernig bregðast skal við því. Já, við erum að vinna samkvæmt aðgerðaráætlunum og kannski ekki búin að stilla upp þessari sviðsmynd að 50% af íbúum séu á sama tíma í sóttkví eða einangrun, en við erum bara að renna í gegnum viðbragðsáætlanir alla daga og uppfæra þær bara í samræmi við það sem er að gerast og ef að sveitafélag Hornafjarðar getur ekki brugðist við þeim sem eru veikir þá fáum við hjálp annars staðar frá, sé hún til staðar. Það fer auðvitað eftir hvernig þetta er svona yfir all landið. Síðan er spurt út í tekjutryggingu einstaklinga svo sem afslætt af sköttum sveitafélagsins útsvarið annarri fyrirgreiðslu. Þá gerir ég ráð fyrir að það sé verið að tala þá fyrirtæki og annað sem er að verða fyrir kannski barðin af fækkun ferðamanna eða eitthvað slíkt. Ég fékk erindi og svoleiðis eða fékk fréttatilkynningu í dag frá ferðamálasamtökum Suðaustur-Skaftafellssýslu. Allt í lagi. FASK er skammstöðin, þetta er allt og langt heiti fyrir félagið. Og þar er svona verið að biðla til sveitafélagsins að veita afslætti af fasteignagjöldum og einhverju slíku. Það mun bara fara til umfjöllunar hjá bæjarráði næstu viku og ég get ekki svarað þessu hér í kvöld. Og er hægt að tryggja læknisaðstoð og eða eftirfylgni viðbragðsaðila. Við náttúrulega getum ekki fullyrt það á þessari stundu en við munum eftir fremsta megni að sjálfsögðu reyna að tryggja grunnþjónustu og ef við getum ekki gert það í heimahéraði þá reynum við að fá aðstoð til, sé hún í boði. Telur sveitafélagið það einungis vera könnu ríkisins að koma inn í svoleiðis tekjuröskun einstaklinga eða fyrirtækja. Varðandi kannski tekjuröskun einstaklinga þá hefur ríkisstjórnin auðvitað tilkynnt eða kynnt aðgerðir sem er ekki kannski full útfærðar og við fylgjumst með því sem að þar kemur fram og einstaklingar til dæmis í sóttkví eða einangrun eða einstaklingar í sóttkví eiga að fá greidd laun á meðan þeir eru í sóttkví og þeir sem eru í einangrun þeir eru veikir og þá veikinda rétti. Varðandi fyrirtækin þá bara endurtek ég svar mitt áðan að ég mun leggja það fyrir bæjarráð í næstu viku og þá verður einhver slík ákvörðun tekin um það. Þannig að eins og staðan er í dag hefur það ekki verið rætt. Er einhverja fleiri hérna úr salnum? Er einhverja spurningar úr sal? Já, ykkur? Það er spurning úr sal
hvernig verður og hvernig munum við bregðast við ef að margir úr röðum heilbrigðisstarfsmanna munu veikjast eða sem sagt vera óvinnufærir. Við erum sem sagt með áætlanir, það er allir með viðbragðsáætlanir, sem heitir rofinn rekstur, það sem við tekið mið af ef við missum til dæmis 50% okkar starfsfólki út og jú, klálega erum við í aukinni áhættu þar sem allir eru að koma með þetta til okkar og þess vegna erum við að biðla til fólks að hringja en ekki að koma með pestina til okkar. Við getum náttúrulega alltaf farið niður á neyðastig þar sem við keyrum í rauninni heilsugæsluna bara á eins og helgar móttökunni, að það verður þá bara einn læknir og einn hjúkrunarfræðingur á vakt og við tækjum eingöngu það sem ekki getur beðið. Og í versta falli getur maður hugsað að við þyrftum að keyra heilsugæsluna á þessu í einhver tíma ef að til dæmis ef að lækna dett út eða mikið hjúkrunarfræðingunum okkar dett út. Og þá annarkvort að við lendum í sóttkví eða einangrun. Sem sagt ef að við veikjumst þá erum við náttúrulega ekki engum nýt, heldur bara erum við þarna orðin baggi á samfélagið og getum voðalega lítið gert, en ef að við lendum í sóttkví, segjum sem svo að ég væri komin í sóttkví út að einhver hefði labbað inn til mín með pest og reynist jákvæður og þar náði hann mér og ég er ekki veik, að núna erum við í töluðum orðum að opna fyrir þetta er ekki Skype en þetta er í gegnum heilsuveru hægt að panta myndviðtal, sýntal, þannig þú situr heima og ert með heilsuverunniðin opna og ert í viðtal við lækni og við erum í mynd. Og þetta geti ég rauninni gert heima frá mér og þannig haldi áfram að starfa og hitt fólk bara þá í gegnum vídeó og tæknimöguleika. Auðvitað getur maður hringt í fólk og sinnt ýmsum störfum heima frá sér úr sóttkví en auðvitað eru 2 vikur helviti langur tími. Segjum sem svo ef að við myndum missa, við erum náttúrulega mun betur sett á hjúkrunarfræðingum þannig að það vera fyrirgefa stelpur að ég taki læknarna svo mikið sem dæmi. En það er náttúrulega bara ég sem að bý hérna og svo eru hinir verktakalæknar og auðvitað ef að allt vera margir af verktakalæknunum okkar eru að koma erlendis frá og ef það verða einhver hömlur að þá getum við náttúrulega séð brostinn rekstur hvað það varðar að það myndi kannski vanta helmingin í læknaþjónustuna og þannig við erum að hugsa að það séu verstu mögulega aðstæður sem kemur upp að eitthvað myndi koma upp á og verktakalæknirinn kæmi ekki þannig ég væri ein og svo kannski lendi ég í sóttkví út af einhverju. Og þá er hugmyndin að þá gætu verið með svona hálfgerða fjarlækningar í gegnum þennan vídeóbúnað og þá væri þá reyndur hjúkrunarfræðingur vonandi einhver uppastandandi eftir ef við ætlum alveg að fara út í svartnættið hérna sem að myndi þá vera á stöðinu og gera skoðanir og þarna og svona til þess að hægt væri að sinna neyðartilfelli sem kemur upp. En klálega væri við þá náttúrulega bara komin á algjörlega neyðarmóttöku og ekkert annað. En ef að þetta er reyndin hjá okkur þá er náttúrulega heldur ekki gott ástand annars staðar á landinu. En með þessum aðgerðum sem að við erum að taka með því að setja fólk í einangrun og sóttkví og rekja öll smitt þá erum við að stoppa þennan kúf og munum þar lendi vonandi ekki lenda í þessu aðstöðu. En þetta er svolítið aðstæða eins og þeir eru lendi á Ítalíu. Þar lentu þeir í bláu línunni eins og við sáum hérna í glærun hjá mér áðan að fjöldi mikið veikra var miklu meiri en heilbrigðiskerfið réð við og það sprakk og þá erum við náttúrulega bæði að missa starfsfólk út og erum með allt mikið veika og allt fá gjörgæslupláss. En það var líka út af því að þeir voru ekki að taka á málum frá byrjun. En Íslandi hefur verið með puttan á púlsinum og Ísland var örugglega eitt af fyrstu löndum til að setja þetta sem almannavarnaástand. Og við erum kannski bara svolítið vön að keyra í almannavarnaástandi þar sem við erum mjög oft með flóð eða jarðskjálfta eða eldgos eða jarðhræringar eða eitthvað slíkt. Þannig að þetta er orðið bara svona daglegt brauð hjá viðbragðsaðilum að tala um áætlanir og almannavarnaástand hitt og þetta og hættustig og neyðarstig og þannig að fyrir okkur þá var þetta kannski bara eðlilegur hlutur að virkja þetta kerfi og þá líka gerði okkur kleift að vinna vel saman viðbragðsaðilar og taka á þessu vel frá byrjun.
Yes. Spurt er hvort ófríska konur séu í meiri áhættu hópi en aðrir og svarið nei, þær eru það ekki. Þær verða ekki meira veikar og það hefur ekki sýnt sig að fóstrin eða ófædd börn séu í meira hættu. Svo spurt hvernig með unga börn og smitt. Af þeim upplýsingum sem ég hef, gögn frá Kína sérstaklega, í Kína rauninni þessi kúfur búinn. Hjá þeim eru bara undir 10 smitt á dag orðið. Þeir eru búin að ná tökum á þessu og eru búin með sína byltingu, við eftir að gangi gegnum þetta. Og þar var niðurstaðan sú að það voru engin börn sem að létust. Það voru alveg börn sem veiktust, en það voru engin börn sem létust. Þannig að börn virðast þola þessa sýkingu mun betur en fullorðnir og það nú reynda bara oft þannig að börn fá influensu og verða bara svona venjulega veik, en við fáum influensu og við stöndum ekki upp í 2 vikur. En það var svo komin. Þú nefndir áðan að heilsugæslan hefði fjarlægt tímarit, leikföng og þess háttar. Eiga aðrir vinnustaðar að gera slíkt hið sama? Klálega ef að vinnustaðar að bjóða upp á eitthvað svona leikföng eða eitthvað sem að börn að taka og stinga upp í sig og ekki hægt að þrífa almennilega, þá er ég ekki að tala um leikskólan, bara að taka það fram, og ekki grunnskólan. En auðvitað hægt að fjarlægja eitthvað sem er mögulegir smitberi á milli manna. Það eru allir með síma. Þetta er ekkert vandamál með biðsvæði lengur, það eru bara allir í símanum sínum að lesa fréttirnar. Tímaritin eru kannski eru bara orðið eitthvað sem var. Það eitt í viðbót, ef barn hefur fengið lungnabólgu fyrir 2 árum en ekki með lungnasjúkdóm, það í meiri áhættu fyrir vikið. Í rauninni stuttasvari væri nei, það ætti ekki að vera það, ekki nema væri einhver annar undirliggjandi sjúkdómur sem olli því að barnið fékk lungnabólgu, en ef þetta var einstakt tilfelli þá það í rauninni eitthvað sem að hver sem getur lent í að fá einastaka lungnabólgu út af hann var óheppinn, en á ekki endilega að vera merki að hann sé meiri áhættu. Voru komnar fleiri spurningar á því? Nei. Ætli þetta sé ekki bara, já. Smittum fjölgar, þú segja, hvað 91 dag, við þóðum kannski 120 á morgun. Þá komin einhver áætlun þá að loka milli landshluta? Það hefur ekki verið talað að loka milli landshluta, en það oft rætt þetta samkomubann. Hvort að það ætti að setja það á eða ekki, en sóttvarnalæknir hefur verið mjög efins hvort að það hafi eitthvað að segja, þar sem að rannsóknir erlendis frá eru ekki að benda til þess og benda jafnvel til þess að það hafi öfu áhrif, að fólk í mótþróa fari að gera eitthvað sem það ætti ekki að gera, og miklu betra að fólk taki þessi ákvörðun sjálf. En að stoppa flutninga á milli landshluta það náttúrulega gífurlega stórt tjón og vandamál fyrir marga, en eins og til dæmis bara Ítalíu, þar sem að það náttúrulega risa hérað, 14 milljón manns verið settir í sóttkví, en þá eru náttúrulega undantekningar frá þeim sem að verða að ferðast vegna vinnu, eða að það má náttúrulega ekki taka tekjumöguleika frá fólki, eða ef fólk að fara til sérfræðings í bæinn eða eitthvað sem er mjög brýn ferð, þá væri náttúrulega aldrei hægt að stoppa það, en það væri kannski hægt að stoppa það að fólk væri að fara til Reykjavíkur í fermingarveislu eða fótboltamót eða körfuboltamót eða eitthvað slíkt, en þá væntanlega væri líka búið að blása allt slíkt af eða væri komið samkomubann. En á þessum fundum sem eru daglega þá hefur aldrei verið talað að skerða ferðafrelsi, ekki nema bara tilmæli og ósk að heilbrigðisstarfsfólk sé ekki að ferðast og að fólk sé ekki að nauðsynlega lausu að fara til þeirra landa sem eru þarna í áhættuflokk hjá okkur. Svaraði spurningunni. Einhverjar fleiri spurningar svona að lokum úr sal? Þið komið ykkur með það? Spurt ef að
fólk smitast og sem búið að taka út sína pest, hvort það geti smitast aftur. Ekki strax, en já. Líkaminn býr til mótefni gegn veirunni og lærir þannig að drepa hana niður. Þessi mótefni detta svona aðeins í gleyming ef þetta ekki virkað aftur innan skamms, þannig við erum kannski að tala um einhverja 2-4 mánuði. En ef þú svo færð aftur sömu pest kannski að ári, þá þetta samt fljótari að vinna á henni. Þegar þá styttra fyrir líkamann að grafa upp þessi gamlu mótefni og byrja að framleiða þau, þetta tekur náttúrulega alltaf smá tíma, þannig að þú verður alveg veik en ekki jafn veik. Þannig að þetta svara spurningunni. Þannig að já, en ekki í sömu ekki í sama sísoni, eins og maður segir. Það komi hérna ein önnur, eða 2 aðrar. Hvað með boltaíþróttir? Nú eru margir sem snerta boltana, til dæmis í körfubolta eða blaki. Að sjálfsögðu eru náttúrulega margir fletir sem að fólk að snerta mikið. Ég tala nú ekki um hurðahúnar. Þetta náttúrulega helsti boðberi kvefpesta, það eru hurðahúnar. Og við verðum náttúrulega að lifa lífinu, við verðum að lifa börnunum að lifa lífinu, við getum ekki alveg að ótta. En auðvitað reynum við kannski, við getum sett kannski spritbrúsa í íþróttahúsið eða eitthvað slíkt og sagt þeim að sprita hendur eftir körfuboltaæfingu til dæmis. Eða þeir eru búin að fara í sturtu, þú veist hendur sprita og náttúrulega handþvotturinn mikilvægastur. En auðvitað eru börnin náttúrulega gjarnan að setja puttana upp í sig en fullarnir, þó að fullarnir sé nú ekkert mikið betri í því. Já, talandi fermingar. Já, og sama sko, ef fólk myndi ganga með latexhanska upp á að smitast ekki, þá það náttúrulega snerta á flötum með hönskunum sínum og svo treður hann náttúrulega hanskaklæddum höndum í andlitið á sér. Þannig þú ert ekkert betur varinn við það. Það talað um að veiran lifi cirka 5 mínútur á höndunum á þér. Þannig þetta svona, maður verður að vera svolítið snöggur að þessu. En samt hún getur lifað lengur á sléttum plastfleti eins og með hönskunum. Þannig að hanskarnir eru kannski meira til þess að verja mig meðan ég að vinna við sjúklingin en ég sé ekki að fá veiruna á hendurnar á mér en svo verð ég að spritta á mér hendurnar eða þvoða þær eftir hanskanótkun. Já, kannski ræða aðeins með grímunótkun. Smitið berst mest á milli manna með snertingunni. Hendurnar á okkur það sem að bera smitið í okkur. Þeir sem með grímu fyrir vitunum, það falskt öryggi. Það ekki nema, ef ég að vinna við einhvern sjúkling sem getur hósta frá mig, þá verða mig, en betra væri náttúrulega að setja grímun á hann. En ég myndi helst vilja hafa bæði. En að ganga með grímu út í samfélaginu ekki að verja mig. Út af því að ég fæ þetta á puttana og svo ber ég þetta sjálf í augun á mér eða nefið eða munnin eða til þess að þetta í hug það skiptið. Hérna ein spurning, ef það kemur upp COVID-smitt í Ráðhúsinu, verður Framsókn þá ekki lengur með hreinan meirihluta? Þetta sé ekki Matta sem verður að svara þessu. Já. Það verður ekki eftir hver smittast, já. Er þetta ekki bara alveg frábær loka spurning og loka punktur á honum fund? Ef það einhver svona ein loka spurning hérna úr sal, þá kannski tökum við hana núna. Kannski eru þið búin að vera að dæla inn spurningum hérna á slætu. En ég held þetta sé bara að vera komið gott hjá okkur í kvöld. Mér langar bara að þakka kærlega fyrir áhorfið. Það eru yfir 150 manns búnir að fylgjast með streymin okkar, sem bara frábært. Þetta virkar og við getum haldið svona fundi. Þannig að íbúar sjá hvar sem og hvenær sem Þannig að þetta eitthvað sem við mögulega getum notað síðan ef smitt fer að breiðast út að halda svona upplýsingafundi, bara loka upplýsingafundi sem við getum streymt á neti. Já, svo fundurinn tekin upp og það hægt að horfa á hann eftir á. Þannig að mér langar bara að þakka öllum fyrir komuna, þakka Elínu Freyju fyrir greinagóð svör og bara eigið gott kvöld.
Yes.